Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Þetta ber náttúrulega notið mark af stóra atburðum undanfarna daga, fallinni ríkisstjórn, dramatík í pólitíkinni, væntanlegum kosningum hugsanlega, það er þó ekki alveg búið að fastsetja það. Við fáum hérna stjórnmálamenn í svona síðar í þættinu, þar koma Páll Magnússon, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Björn Ólafsdóttir, Svandís Svavarsdóttir og Helgi Hrafn Gunnarsson. Í lok þáttarins er ég svo með viðtal við stórmerkilegan bandarískan sakfræðing Timothy Snyder. Hann hélt hérna fyrirlestur á vegum bókmenntahátíðar. Hann er maður sem talar enga tæpitungu heimsstjórnmálin. Hann er sérfræðingur í sakfræði 20. aldarinnar og ég ræði við hann mest stjórnmálin eins og þau eru núna, Pútín og Trump sérstaklega. En við byrjum hérna. Þetta er nú stundum kallað vettvangur dagsins. Það er titill á bók eftir Halldór Laxness reyndar. Kristinn Hrafnsson, Stefanía Óskarsdóttir, Jón Trausti Reynisson og Sigmundur Ernir Rúnarsson. Sko, það er nú kannski dálítið erfitt að ná utan alla þessa atburði hér á stuttum tíma, en við erum ekkert endilega búin að koma okkur saman um það, hvers vegna ríkisstjórnin fellur. Sigríður Andersen kemur þarna með eldfimar upplýsingar í sjónvarpsviðtali og þá verður þessi atburðarás sem einhvern veginn, ríkisstjórnin fellur bara þá um nóttina og við stöndum þannig uppi þeirri stöðu að það þarf að mynda starfsstjórn, við vitum ekki hverjir vilja vera með eða hverjir fá að vera með í því. Sigmundur. Já, sko, við tölum áðan þetta væru hinir svokölluðu áhugaverðu tímar og þetta gerist náttúrulega mjög hratt, þessar upplýsingar koma fram og það er augljóst trúnaðarbrestur innan stjórnarinnar. Ef til vill er þetta dropinn sem fyllir mælinn, ef svo má segja, vegna þess að það hafa komið ákveðið óþol bæði hjá Viðreisn og Bjartri framtíð út í Sjálfstæðisflokkinn sem virðist nú meira og meira svona stjórna þessari ríkisstjórn á sjálfstýringunni án mikillar pólitískar snertingar Viðreisnar eða Bjartrar framtíðar. Þau taka þessa ákvörðun greinilega miðanótt, Bjart framtíð á tilfinningunni og það er svo sem ekkert að því að taka ákvarðanir byggðar á tilfinningu, rétt eins og það er hægt að taka ákvarðanir flóttabörn bara út frá mannúðarsjónarmiðum. En sko það virðist bara hafa sprungið þarna út þetta óþol þegar að það er ljóst að Bjarni lá inni með þessa vitneskju ásamt Sigríði Andersen, hverju hefði skrifað upp á þessa syndaaflausn dæmdra barnaníðinga sem hafa ekki iðrast. Og svona tilfinningarótið held ég hafi bara einfaldlega farið með ríkisstjórnina. Þetta var of viðkvæmt, þetta var of ógeðfellt til þess að starfa í pólitíkinni áfram upp á þessi bíti. Plús það náttúrulega að þessi tveir flokkar, sérstaklega Bjart framtíð, fer fram í sinni pólitík til þess að afhjúpa þá leyndarhyggju sem hefur verið í samfélaginu og þarna væntanlega sjá þau ofan í samfélag sem ennþá er á svona sjálfstýringu leyndarhyggjunnar. Þarna eru menn sem komast upp með það, gera ýmislegt í krafti þess að þeir þurfi aldrei að kannast við eigin verk. Leyndarhyggjan er slík að menn geta skrifað upp á eitthvað í krafti þess og vitneskju þess að þeir þurfi aldrei að segja frá því sjálfur. En af hverju er Sigríður Andersen að segja frá þessu? Það finnst mér svona... Ég held marga vera hreinlega velta því fyrir sig hvort að hún hafi ætlað að koma höggi á Bjarna með þessum hætti. Ég veit ekki hvað þau vaka fyrir því að þú meinar þegar hún segir frá þessu í upphafi. Já, það hlýtur að vera einhver skýring að baki sem að felst í því að hún sé að gera einhvern greiða. Hvað annað? Hún hlýtur að vera að gera einhvern greiða að eigin mati. Ekki greiða, ertu að segja hún hafi gert honum greiða í Kastljósinu? Nei, við erum að tala þegar hún segir í upphafi frá því að faðir hans hafi skrifað þarna upp á þetta hollustunarbréf fyrir níðinginn að upplýsa hann það. Já, nei, ég meina það er náttúrulega, þar er náttúrulega byrjar eitthvað sem að getur talist vera yfirhylming. Það er, en síðan kemur hún í Kastljósið og greinir frá þessu með að hún hafi sagt Bjarna frá þessu strax í júlí og það er náttúrulega það sem að fellir ríkisstjórnina. Hún hefði ekki þurft að segja þetta. Hún hefði ekki þurft að segja þetta. Hún hefði ekki þurft að segja þetta, en ég veit það ekki. Ég meina, af því að það er búið að fela ýmsa hluti, þá kemur hún fram og segir þetta. Já, þú veist, það er alltaf ekki rætt þessi mál við neitt sem var þarna innvíður innmúraður. Maður bara lesi alltaf eins og er komið fyrir í fjölmiðlum. Það má vera að þessi pressan í svona almennt sko á ráðherra að gera rétt og fara eftir lagabókstafnum sem að Hanna Birna Kristjánsdóttir brenndi sig nú dálítið illa á. Hún varð að segja af sér að lokum vegna þess að úr hennar ráðuneyti og mögulega með hennar vitneskju að fólk taldi hafði
viðkvæmum persónuupplýsingum verið lekið út úr ráðuneytinu og það hafði farið fram einhver skoðun, hann fyrst einhver kattaþvottur ef við erum að tala um Hönnubirnu-málið og síðan ítarlegri skoðun sem var komið til lögreglunnar varðandi öll þau mál. Það má vera að Sigríður Andersen hefði ekki viljað sitja uppi með einhverja slíka skítabombu eftir 50 daginn þegar þetta var en almenn vitneskja að Benedikt Sveinsson hefði skrifað upp á þetta bréf fyrir manninn en þá annarkvort vegna þess að hún strangheiðarleg bara eftir lagbókstafnum eða hefur talið að það væri kannski einhver sem að sletti svona paper trail sem myndi benda til þess að hún hefði sagt Bjarna þetta í júlí og Bjarni hefði líka mögulega þurft að svara spurningunni vissir þú þetta einhvern tímann? En hann er ekki að greina samstarfsmönnum sín frá þessu nema seint og síðan en það er náttúrulega skýringarnar á þessu menn er að teygja þetta og toga þetta í allar áttir og skýringarnar á þessu er það að þetta sé alls konar það er alveg frá því að þetta sé einhvers konar samsæri barnaníðingar yfir í það að þarna séu smáflokkar sem fara á taugum og geri bara tóma vitleysu eins og Brynjar Níelsson segir upphlaups líður og dæmalaus flómska. Nei, mér finnst það bara reynda fullkomlega skiljanlegt að ríkisstjórnin hafi endað við þetta. Við erum með þarna augljósa tilraun til yfirhylmingar. Við erum með hagsmunaárekstur og þetta snýst líklega á endanum mismunandi gildismat Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokksins sem ef við horfum til siðareglna ráðherra þá er alveg augljóst að þar kveðið á að ráðherra forðast árekstur á milli almannahagsmuna og hans persónulegu eða fjölskylduhagsmuna og þarna er augljóslega hagsmunir Sjálfstæðisflokksins og fjölskyldu forsætisráðherra að halda þessum upplýsingum leyndum. Nú þau reyna það og þau svara ákveðnum spurningum ekki og á endanum þá eru staðin af því að reyna að hylma yfir. Úrskurðarnefndin kemst að þeirri niðurstöðu upplýsingamála að þetta sé í rauninni lögbrot og hún haldi aftur upplýsingum í andstöðu við lög. Önnur regla í siðareglunum er svo að ráðherra leynir ekki upplýsingum sem varða almannahag. Og svo er annað ákvæði í siðareglunum að ef ráðherra er í vafa það hvort eitthvað sé brot á siðareglunum ekki, þá ber að leita til forsætisráðuneytisins, þar sem Bjarni Benediktsson er. Þannig að ég held að þetta er ekki bara eitthvað óhlutbundið, þetta er ekki bara tilfinningar, það eru skráð viðmið atferli og hegðun stjórnmálamanna sem virðast vera krossbrotin þarna. Stefanía. Já, ég er ekki löglærð en með það sem ég hef heyrt í fjölmiðlum að þá er atburðarásin lýst þannig af Sigríði Andersen og Bjarna Benediktssyni að ákvörðun hefði legið fyrir í ráðuneytinu áður en að hún talaði við Bjarna og jafnvel mögulega áður en hún vissi af nafni Benedikts, þar að segja ákvörðun lögmanna að þessar upplýsingar væru mögulega trúnaðarupplýsingar og það væri betra að fá úrskurð frá þessari úrskurðarnefnd. Það er auðvitað málum blandi hvort að þetta séu góðu lögfræðingar í ráðuneytinu. En með hvernig þetta er sett upp og dregið upp í fjölmiðlum að þá er sú saga sögð að máli hafi verið komið þetta ferli úrskurðarnefndarinnar þegar Sigríður segir Bjarna að pabbi hans hafi skrifað upp á eitt af þessum bréfum. Og þarna auðvitað lendir Sigríður í ákveðinni sjálfheldu vegna þess að hún ber því bæði við að henni hafi borið að halda trúnað, ekki mátt segja neinum, en segir enga síður Bjarna. Og þarna er hún í vanda, það er ekki framhjá það horfst. Hvað átti sem Bjarna að gera, mann getur líka velti fyrir sér. Hvort að hann hafi þá á þeirri stundu átt mögulega að fara til föðusins og segja við hann, heyrðu, menn vita og eitthvað og nú áttu að segja að þú hafi skrifað upp á fyrir einhvern mann. Þú veist, það verður auðvitað deilt, en sem sé orðið yfirhylming, það er mjög stórt orð. Ef menn trúa því að það hafi verið hylma yfir einhvern stórkostlegan glæp og heilt stjórnmálaflokkur leyna upplýsingum. Auðvitað verður tekist á þetta í yfirhylming er glæpur, það var nú Nixon forseta falli, ekki satt? Þetta er rétt að segja, það er ekki það innri mótsögn í þessu þegar það kemur rökstuðningi á Sigríði sem bara gengur engu veginn upp,
og það sem að Bjarni talar upphlaup og skilur ekki ástæðuna fyrir því að Björt framtíð bara hendur í handklæðinu er náttúrulega það að þetta mánudaginn síðasta að þá segir hann Bjarna og Benedikt, samstarfsmönnum nánustu í ríkisstjórninni, frá því að pabba saminu skrifa upp á einhvern pappír. En áttum okkur að því að þá lá fyrir, þá var á leiðinu upplýsingar út hvað, hátt í 100 tilfellum uppreistæru og allt sem því fylgdi og en það voru bara 2 nöfn búin að vera í umræðinu heldur betur heit, það að segja Robert Downey og Hjalti. Það að láta þá ekki vita því að var að ræða þennan ógeðfellda níðing sem vekk næst þyngsta dóm í sambærilegu brotamáli í söguna með rétt, náttúrulega að ljúga með þögninni. Þannig að þeir kvekkist við síðan að heyra það 3 dögum síðan að þetta hafi verið hann. Og viljum við ekki bera ábyrgð á þessu, skilur? Svo þurfum við líka að ræða annar hlut þessa mál sem stjórnmálin orðin veikar en þeir voru hér áður fyrr. Þeir voru meira vélrænni og menn voru kannski bara í stjórnmálum frá því þeir voru fermingu og svo fluttu upp með flokknum á endanum ráðherrar. Nú það má kannski segja sem svo að stjórnmálin á Íslandi eru helsta fórnarlamb hrunsins. Við komumst mjög fljótt efnahagslega út úr hruninu þökk í makríl og ferðamanni. En stjórnmálin eru langt veikar en þeir voru frá því fyrir hrun og við erum með fleiri flokka, við erum með óreyndara fólk í pólitík og þau lúta öðrum lögmálum heldur en áður. Og þess vegna verður óþoli kannski meira innan flokkana vegna þess að grassrótin kannski sterkari heldur en var hér áður fyrr. Bjarni kallar núna til dæmis eftir sterkum flokkum, sterkum meirihluta, sterkum foringjum. Ég held að sé ekki að tala inn í þá kvikun sem hærist í köttlunum nú stundir vegna þess að fólk ekkert endilega að biðja sterka leiðtoga núna. Ég held að fólk sé fyrst og fremst að biðja sanngjarna leiðtoga, réttsýna leiðtoga og stjórnir mega allt eins vera veikar og viðkvæmar ef þær eru réttsýnar og sanngjarnar og fara fram með svona nokkurn veginn það sem þjóðin vill fá í sinni pólitík. Þannig að við sitjum uppi með veikari pólitík og við sjáum bara reynsluna frá 78 þegar annað ríkisráð Ólafs Jóhannessonar verður til springur á ári. Við tekur minnihlutastjórn Benedikts Gröndals sem í nokkra mánuði og svo tekur við Gunnar Thoroddsen sprengist út í Sjálfstæðisflokknum og frá 80 til 83. Þetta svona sambærilegur atburður þó hann sé svona að öðru leyti ólík og byggist á efnahagsmálum. Alltaf með efnahagsmál. Já, efnahagsmál. En núna snýst þetta tilfinningar. Stjórnmál eru farin að lúta tilfinningum en ekki endilega rökhyggju og fyrir viki verður meira los. Ég sem leyti ósammála að því leytinu til að ég held að stjórnmálaflokkar sé alltaf að vega og meta hagsmuni. Og hagsmunir annars vegar þetta að geta haft áhrif á stefnu og komast í valda og svo framvegis, en svo líka náttúrulega að halda fylginu. Fylgi Bjartrar framtíðar hafi verið á niðurleið og það sækir fylgi sitt til fólks sem eins og þú bendir á, vildi önnur vinnubrögð og svo framvegis. Flokkurinn á leiðinni inn í sveitarstjórnarkosningar og mjög málublandið þar innan flokks hvort að þetta hefði verið rétt ákvörðun að fara inn í þetta ríkisstjórnarsamstarf. Þannig að kom ógeðfellt mál sem þau vildu ekki bera ábyrgð á. Og þarna var í rauninni bara kjörið tækifæri til að segja hingað ekki lengra og snúa blaðinu. Ég hefði Björt framtíð farið út úr stjórninni. Þetta er ekki ný pólitík og þetta er ekki gömul pólitík, þetta er klassísk pólitík. Og ég myndi ekki nota það merkimiða að við sem er veik stjórnmál eftir hrun eða neitt slíkt. Ég held að við séum með virkari stjórnmál. Það er að segja almenningur er meira Við erum með öðruvísi stjórnmál að þeir leyti. Á örfáum árum hefur fólk í landinu staðið upp ólíkt því sem áður var og fellt stjórnir í þrígang. Og það eru stóru tíðindi. Fólkið er að hafa meiri áhrif á pólitík. Það hefur gerst á grundvelli þess að fólk vill heiðarleika. Fólk vill heiðarleg stjórnmál. Fólk upplifði ekki heiðarleika í aðdraganda hrunsins, fólk upplifði ekki heiðarleika í Panama-skjólunum og því sem kom fram þar og því sem var leynt þar. Og það sem Björt framtíð upplifði þarna er greinilega óheiðarleiki. Og þegar það verða svona sambandsslit á grundvelli þess að það er komið upp vantraust og það er trúnaðarbrestur, þá held ég ekki svona heilbrigðasta viðbragðið að fara að gera markvisst lítið úr hinum aðilunum eins og sjálfstæðismenn virðast gera núna með því að lýsa Bjartri framtíð sem svo að þetta sé ekki flokkur, þetta sé bara einhver hópur með engan substans, strá sem fellur flatt í vindinum. Ég held að, ef maður horfir á þá líkingu þá,
þetta bara traust sem hverfur og hvernig getur unnið með einhverjum sem þú treystir ekki lengur og svo mig sko bæta við þessu með það hvernig héldu upplýsingum leyndum þá höfum við á stundinni til dæmis lagt fram fjölda fyrirspurna til forsætisráðuneytisins og forsætisráðherra og dómsmálaráðuneytisins sem hefur ekki verið svarað. Í þessu tilfelli ekki svarað, ekki bara engin viðbrögð. Ekki oft engin viðbrögð, stundum einhvers konar viðbrögðum að það sé skoðað. En í þessu tilfelli höfðum við 7. september sent fyrirspurn á dómsmálaráðuneytið og forsætisráðherra og aðstoðarmenn það hvort að aðili tengdur Bjarna Benediktssyni væri það einn af meðmælendunum sem skipti máli vegna þess að þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn hag á því að leyna þessum upplýsingum og flokka þessum trúnaðarupplýsingar og brjóta upplýsingalög. Nú, við fengum ekki neitt svar við þessu. Það sem gerðist var að Sigurjón Andersen talaði við Bjarna Benediktsson eftir að hafa fengið fyrirspurnina og lét hann vita því en svaraði ekki fyrirspurninni. Og við erum í rauninni bara að kalla eftir upplýsingum fyrir almenning og í þessar umræðu varðar það almannahagsmuni að ræða þessi mál. Og aftur þannig að ég held að kjarninn í þessu öllu er heiðarleiki. Af hverju spurðuð þið sérstaklega Bjarna Benediktsson en ekki einhver aðra? Mér finnst bara áhugavert. Vegna þess að við vissum nokkuð mikið það mál. Við hefðum góðar heimildir fyrir því að þetta væri svona að faðir Bjarna væri einn meðmælendana og við ákváðum að fara varlega í málinu og gefa þeim færi á að svara og útskýra sína hlið. Og vildum bara fara afskaplega varlega vegna þess að við vitum það alveg hvað gerist þegar fjölmiðill gerir mistök í svona máli og að menn munum nýta sér það alla leið gegn fjölmiðlunum. En okkur rauninni hegnist fyrir það að gefa þeim þetta tækifæri til þess að við hefum kannski átt að fara út með þetta á grundvelli þess sem við höfðum en ég sé ekki neitt eftir því að við fórum varlega í málinu. Hvaða dagsetningu gafstu eftir? 7. september. Já, ok. Þannig að það er 8 dögum áður og Bjarni Benediktsson hefur sagt frá því að Sigríður ræddi við hann eða semst að hann vissi að fjölmiðlar væru með fyrirspurnir það. Þannig að þú veist, þetta er leyndarhyggja, þetta er, ég nota orðið yfirhylmingu, ég veit ekki hvort það sé kannski endilega rétt orðið en þarna er verið að blekkja. En var hann ekki að bíða bara eftir áliti upplýsinganefndar? Já, blaðamaður Stundarinnar fór inn í ráðuneyti, dómsmálaráðuneytið af því að það fengust engin svör, mætti á staðinn og stóð í andbyrinu og bað að fá svör við þessari spurningu og það kom samt ekki. Og það var eftir að úrskurðarnefndin hafði úrskurðað þetta. Þau svöruðu þessu máli öðruvísi, þessu máli þar sem voru persónulegir hagsmunir, ráðherra og hagsmunir flokksins, öðruvísi heldur en hinu málinu sem var þannig Robert Downey. Þau svöruðu Robert Downey, eftir úrskurðin, svöruðu þeir okkar fyrirspurnum Robert Downey málið. En ekki þessu. Mér skilst maður bæta við að þeir sem að skrifa undir svona bréf, það sem að mæla með uppreist æru eða eru slíku, að þeim sé jafnvel tilkynnt, ég er ekki löglegar, veit ekki, en þeim sé tilkynnt að þetta sé ekki trúnaðarupplýsingar, að þetta sé opinberar upplýsingar og að mönnum hefði átt að vera ljóst sem sé almennilega lærðum lögfræðingum, nú veit ég ekki neitt, nú er bara að heyra eitthvað svona sögur, hefði átt að vera ljóst að þetta væri ekki trúnaðarupplýsingar, hverjir mæltu með mönnum í slíku tilvikum. Við skulum fara aðeins út í pólitíkina hérna. Og sem reyndi síðan verið náttúrulega það sem úrskurðarnefndin sagði. Já, þetta er lögbrot. Þú heldur aftur upplýsingum sem þú mátt ekki halda aftur og þú hefur hagsmuni af því. Það er nógu margt að þarna til þess að flokkur eins og Björt Framtíð sem hefur gert út á heiðarleika og fagmennsku slíti ríkisstjórnarsamstarfi á þessum grundvelli. Það þýðir ekki að þau séu eins og strá í vindi eða séu ekki flokkur eða ég veit ekki hvað. Ég skil þetta vel. Svona það verður ekki gleyma því að úrskurðandi upplýsingamál er ekkert svona einhver svona álitsnefnd sem að stjórnarmenn eiga að sækja eða ríkis á að fara að sækja til svona já, ef við erum vafa þá spurjum hana. Þetta er kærunefnd. Menn eiga að þekkja lögin, skilurðu. Og það er áfellisdómur. Það er áfellisdómur ef úrskurðarnefndin segir að ykkar niðurstaða var röng. Og þetta gerist trekk. Og röng, þú meinar að stjórnmálamenn séu alltaf að skjóta málum til þessar úrskurðarnefndar í staðinn fyrir að bara byggja á þeirri þekkingu sem síðan að upplýsingalögin komið fram, þá hefur þetta alltaf verið reyndin. Og þetta verður að breytast og það er það sem að menn, þjóðin er full nóg af. Menn vilja upplýsingar fram. Þetta er ekki einhvers konar álitsnefnd. Þetta er dómstóll eiginlega, þetta er kærunefnd. Og í þessu tilviki sendi úrskurðarnefndin öll atriði dómsmálaráðuneytisins til föðurhúsanna. Nákvæmlega.
Já, mínus þetta sem var sjálfgefið með eitthvað með netföng og símann. Netföng og heilbrigði og eitthvað þess. Ég er búinn að skoða erlendu pressuna í þessu máli. Hún er alveg ofboðslega grimm, hún er hörð og það er alveg sama hvort þú ferð, hvort það sé BBC, Financial Times eða New York Post eða South China Morning News. Þar er þetta einfaldlega sett upp, að því að það var að tala hérna yfirhylmingu, það er talað barnaníðismál og cover-up sem að fellir ríkisstjórnina og yfirleitt fylgimynd með af Bjarna Benediktssyni. Það er ekki að þegar ég veit að þetta er grimmt og þeir hafa talað við grísleika álitsgjafa sem að... En býtu við, það eru sjaldnast nokkuð að skorast eilítið til Það er náttúrulega kannski svolítið sorglegt ef þú lest orðið pedofíl og svo ég sé myndir af Bjarna Benediktssyni í Óttari Proppé, aðalega Bjarna Benediktssyni og Óttari Proppé og svo er fólk út í heiminn sem lesa einhverja fyrirsagnir og líklega lesa ekkert lengra og ég er búinn að fara á fyrirspurnir frá vinum mínum í Ameríku, þú veist hvað sé að segja á Íslandi. Þetta teiknast svona en síðan er óbúðslega erfitt að fara að skýra út langamálið, það er náttúrulega ekki, við erum ekki að... En það eru þolendur í þessu máli. Það er fólk sem verður fyrir sálrænum skaða vegna þess þeirra ákvarðana sem eru teknar lengd, það er fólk sem treystir ekki kerfinu og en við getum samt ekki annað sagt en að sumuleyti veður erlenda pressan í vill og svima með þetta, með svona uppstillingu. Þetta teiknast svona upp fyrir henni, sko. Já, það eru ímyndur á skinninu sem að ráða miklu í stjórnmálum og það er sjálfstæðisflokkurinn veit hvað best því hann spilar á það með endalausum klifum, stöðuleika og annað. En var ekki, sko sumir segja til dæmis að blaðamannafundur Bjarna Benediktssonar á föstudaginn hafi bara verið býsna vel heppnaður, hann kemur fram, hann er svona myndulegu leiðtogi, hann svarar, talar vel inn í sinn hóp. Já, Bjarni er æfður og flinkur stjórnmálamaður, hann á þessum tíma einmitt, sko, var hann akkurat að tala inn til eigin flokks, það var alveg augljóst, hann var að róa sinn eigin flokk og ég get ekki betur síðan að honum hafi tekist það, hann verður heldur ekki felldur af formannstóli í bráð eða lengt. Men sumir héldu á föstudaginn hann var leiðin. En ég held að hann hafi náð að róa sína flokksmenn, en ef til vill ekki meir en það, ég efast hann að náð að róa þau út af við. Það var ekki eins og blaðamannafundur, það var ekki spurningar leiðarna fyrir eftir og hann kom þarna og það var búið að setja upp einhver leiktjöld með Hallgrímskirkju og Perlunni og hann flutti mónólóg. Það var einfaltungur og þetta var kannski fyrsta kosningar eða hausins. Fyrsta kosningar. Þetta var skipulag, til að líta svona út. Tók nokkra klukkutíma að undirbúa. Þar lendi gat maður sko ráði í það að það væri eitthvað meiri háttar í gangi jafnvel afsögn sko. En sem reyndist nú ekki vera. En einmitt sko ef við tökum þetta nú áfram að því við erum búin að horfa í baksýnisspegilinn og þau máli auðvitað verða partur af kosningabaráttunni og þarf að upplýsa hver vissi hvað og hvers vegna og allt það. Þá erum við náttúrulega komin inn í kosningabaráttuna. Flokkarnir þurfa að bjóða framboðslista núna bara 1, 2 og 3 og það getur reynst auðvelt og erfitt eftir atvikum, væntanlega ekki prókjur í þessum stóru flokkum eða hvað. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins sem átti að vera akkúrat sömu helgi og kosningarnar verða líklega, hann verður væntanlega blásin af eða hvað, sem þýðir það að spurningum leiðtoga Sjálfstæðisflokksins þær verða þá ekki spurðar fyrir kosningar því að Bjarni mun leiða Sjálfstæðisflokkinn inn í kosningarna. Ef að það finnst sigur, haldi í horfinu, að þá er hann auðvitað í góðum málum. Ef að fyrir illa í kosningunum, þá getur næsti landsfundur verið orðið grimmur honum. Þið vitið, Framsóknarflokkurinn er þetta líka í sínum innbyrðis átökum framtíða leiðtoga. Samfylkingin sem missti alla út í höfuðborgarsvæðinu er þá núna með þessi spurningu hverjir fara fram fyrir flokkin, er það Össur og hverjir? Valla Helgi Hjörvar, Sigríður Ingibjörg og Össur aftur, þeir hljóta bara reyna bara endurinn í alveg listan eða þessu. Já, og þannig að þetta er mjög áhugavert. Eru þið vissum að verði kosningar? Sko það er smávegis möguleiki að það verði hér minnihlutastjórn sem er vanið stuðningi kannski til 2 ára, verið kosið 2019 vorið eitthvað svoleiðis, en sko þær eru hverfandi mínu viti, það er bara einfaldlega svo mikil vilji meðal flokkanna, kannski síst Pírötum, að fara fram og fá endurheimt álit þjóðarinnar á því hverju er að stjórna landinu. En munu kosningar breyta ykkur? Nei, þær mun ekki breyta henni. Við sjáum, sko tímandinn er þessi. Einu sinni erum við með munaðlaus fjárlög. Við erum með, sko, það er þrisvar búið að kjósa á 5 árum. Þrisvar frá hruni er búið að hrinda Sjálfstæðisflokknum fyrir róða í stjórn landsins. Og jafn oft er þjóðin búin að standa upp og krefjast endurbóta, heiðarleika, nýrra stjórnmála. Já, en Sjálfstæðisflokkurinn hefur fengið ágætt fína kosningar. En svo er kosið, og niðurstaðan er alltaf
þetta svo sama. Já. Á að giska. Sjálfstæðisflokkurinn fer ekki undir 25%. Eina stóra breytan á undanförnum árum er hrun samfylkinganna. Framsóknarflokkurinn er ekki að ná sínum fyrri styrk vegna innbyrðis átaka, þannig að það ofboðslegt rót á stjórnmálum og ég held í fram að þau séu veikari en áður og fyrir vikið þá sitjum við kannski uppi með álíka niðurstöðu 1980 þegar Gunnar Thoroddsen tók á skarið og myndaði einhverja skrýtnustu stjórn. Þetta var lagt upp svona fyrir mig í gær. Bara manni sem ég hitti í Kringlunni. Hann sagði, sem sagt, við vitnum við mannin í Kringlunni, hann sagði fólkið Íslendingar við erum í góðæri, fólkið komið fullt af neyslu, það að kaupa bíla og það að kaupa alls konar hús og það að steypa sér í skuldir og svona og það vill bara hafa, vill bara það sé í lagi og það mun ráða kosningahegðun mjög margra og það er sem spurningin, mér finnst ekki stóra breytan í þessum kosningum Flokkur fólksins, ég meina ef Flokki fólksins tekst að koma saman lista, góðum sæmilegum listum og í kringum landið þá eru þeir kannski fara að sækja upp í 10% af fylginu. Jú, ég veist að Flokkur fólksins getur nú sótt eitthvað þarna inn, en þetta er alveg rétt að það blasa ekkert við einu stórkostleg breyting á þessum grunngildum sem eru að vaxandi þungi í því. Ég meina það bara orðið einhvern veginn, þessi svokallaða gjá sem við að tala milli þings og þjóðar, milli stjórnmálanna og almennings, hún bara brekkar. Og hvað gefur eftir? Hún er ekkert að brekka, þetta er mótsögn þess að þú segir, fólk vill breytingar þó að það sé búið að fá eilítið meira í budduna og geti leyft sér eitthvað meira og byrja að fjárfesta og svona. Það vill breytingar. Og fólk upplifir sig líka sem alltaf valdalaust tæki í stjórnmálum að því leyti, tökum sem dæmi bara heilbrigðismálin. 85% þjóðarinnar vilja ríkisrekin Landspítala og góða almenna þjónustu burt sér frá efnahag fólks, en það eru 15% sem ráða á 5. gír í einkavæðingu heilbrigðisþjónustunnar. Þannig að 15% í stjórnmálum þau ráða því hvernig heilbrigðismálum háttað, meðan 85% fá ekkert fyrir síns nú. En ég bara velta mér hvað snúast þessar kosningar. Ef við ætlum að fara að kjósa núna, kosningarnar eftir Panamskjölin, við héldum þær munu snúast spillingu í stjórnmálum. Það snerust ekki spillingu í stjórnmálum. Það snerust aðalega heilbrigðiskerfið og velferðarmál og húsnæðismál og nú erum við sennilega farin í aðra kosningar þar sem að það verður stöðugleiki heilbrigðismál, velferðarmál aftur. Þetta mun snúast aftur það hvort það sé of mikil áhætta fyrir okkur að kjósa einhvern annan heldur en Sjálfstæðisflokkinn. Hann hefur stillt þessu þannig upp, Bjarni Benediktsson, hann sterkir maðurinn og þetta stöðu í flokkurinn sem heldur öllu stöðu, eitthvað bendir til þess að það sé nú ekki alltaf þannig, en allavega efnahagslega gera það þannig. Svo mun vinstrivængurinn vantarlega bara tala fjárfestingu opinberri fjárfestingu, að leggja meira til heilbrigðismála sem reynda Sjálfstæðisflokkurinn lofaði líka síðast og fjárfestingu í fólki, í vegakerfinu og slíkt. Það alveg munur á þessum tömulegum, þessi einkarekstur. Erum við bara að horfa fram að gjaldhlið á vegum eða verður opinbera framkvæmdir, verður borgaðir upp opinbera skuldir eða verður það látið bíða og nota til fjárfestingar? Það áhugaverð svona pæling að veltaði fyrir sig hvort að hlutinu hefði orðið öðruvísi ef að trúlofaparið Viðreisn og Björt framtíð hefðu snúið sér til vinstri sem var nú möguleiki. En hitt var reyndin, Sem svo sérstakt vegna þess að Benedikt hjá Viðreisn vildi ekki fara til vinstri út af skattamálum, hann vildi ekki vera að hækka skatta og svoleiðis. Hvað gerir hann síðan? Svo fer hann að hækka skatta. En þar var líka, Píratarnir voru óvissu þáttur að hann taldi. En fyrir Bjarta framtíð þá var þungbært að fara í samstarf með Sjálfstæðisflokknum. Fyrir Viðreisn voru Píratarnir, einhverju leyti auðvitað Vinstri grænir. Þetta blasir við eftir næstu kosningar. Já, við vitum svo sem ekki hvort það verður pólitíska samtal. Við vitum ekki hvort þessi flokkar ná mönnum inn, Það verður svo fráleitt að sjá næstu kosningar. Svo er það spurningin með Björt framtíð sér upp á þessu máli að þeir nái sér aftur upp fyrir 5% sem þarf til að fá þingmennin og ekki Viðreisn löskuð eftir þetta? Já, einhverju leyti, en þeir eru samt líka að keyra á þessi skilaboð sem þú ert að vísa til með stöðuleikan og kunnan og allt á þetta, hvernig að stýra þjóðfélagi og svona.
Og svo þarna einhvers staðar undir niðri þetta með evruna og Evrópusambandi og það eftir að selja bankana. Skulum ekki gleyma því. Það er gífurlega mikið stórt hagsmunamál. Það snýst traust. Það minnsta kosti Íslandsbanka. Já, og það er ýmis lík mál. Þannig að þetta er ekki bara tókstrita velferðarkerfi og hversu miklu eyða í það eða greiða niður skuldir. Heldur var þetta líka ákveðnar breytingar sem stóðu fyrir dyrum í kvótakerfinu, landbúnaðarkerfinu og svo framtíð okkar innan Evrópusvæðis. Ég er sammála, ég held að Björt framtíð græði á þessu útspili sínu. En það er náttúrulega spurning, miðjan er náttúrulega í andskoti ansi miklu flútti. Ég meina Samfylkingin er kannski ekki tilbúin til að fara að taka miðjufylgi aftur. Þarna eru þessi tveir, annar hægri miðjuflokkur og hinn kannski miðjuflokkur. Eitthvað þarf miðjufylgið að leita. Já. Það eina sem ég sé í stöðuna að það verði myndað einhvers konar kosningabandalag fyrir kosningar. Það er þessi Birgitta vildi fyrir síðustu kosningar, þetta Ég er ekkert vinstribandalag. frá því að það gerist núna, vegna þess að það reyndist ekki vera raunin fyrir síðustu kosningar, þó menn hafi verið komin ansi langt að því, en ef eitthvað slíkt gerist núna, þá gæti orðið breytingar í stjórnmálum. Svipað á Reykjavíkurlistann á sínu tíma sem náttúrulega voru gerði kaflaskil í stjórnmálasögu Reykjavíkur. Það voru ekki einmitt þessar dreifingar fyrir síðustu kosningar myndum bandalag sem að gera það verkum að það varð ekki hér vinstristjórn. Þannig að þetta er og við þurfum að hugsa þetta allt í samhengi við sveitarstjórnarkosninguna sem eru eftir nokkra mánuði. Það er sem svo að sveitarstjórnarmennirnir í Bjartri framtíð höfðu aðalega verið ákýrast. Því að Björt framtíð er mikið byggð upp í kringum starfið í sveitarstjórn. Og gleymið því ekki að Björt framtíð er í meirihlutasamstarfi með Sjálfstæðisflokknum í bæði Kópavogi og Hafnarfirði. Heyrðu með Degi í Reykjavík. Jæja. Þetta er áhugaverðir tímar. Við fáum hérna og eftir Pál Magnússon, Þorgerði, Katrínu, Svandísi Svavarsdóttur, Björt Ólafsdóttur og síðar Helga Hrafn Gunnarsson og svo Timothy Snyder, bandaríska sagnfræðinginn, stórmerkilega hér í lok þáttar. Takk ykkur fyrir að vera með mér. Takk. Ég ætla að byrja því að minna á viðtalið við Timothy Snyder, sagnfræðing sem verður hér á eftir. Það er eins og bara í sjónvarpsmegin. Þar verður klippt á þær á erlendu tungumáli og er ekki sendt út í útvarpinu. Þannig að þeir sem vilja sjá það verða að halda áfram að horfa hér eða horfa á sjónvarpið. En við erum komin hérna með, ég eigum ekki að segja 3 fulltrúa ríkisstjórnarinnar sem er nú fallinn, Pál Magnússon, Björt Ólafsdóttur, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og svo Svandísi Svavarsdóttur úr stjórnarandstöðunni, formann þingflokks Vinstri grænna. Við eigum svo von á Helga Hrafni Gunnarsinni hérna á eftir. Mig langar nú að spurja ykkur bara fyrst varðandi þessa starfsstjórn. Hvernig verður þessi starfsstjórn samansett? Verður þetta sama ríkisstjórnin áfram fram að kosningum? Þetta er náttúrulega ekki ríkisstjórn, hún er fallin. Það er alveg ljóst, en við í Bjartri framtíð, þegar forsetinn fór þess að leit við okkur, samkvæmt þessari stjórnskipan sem við höfum, að starfa í þessari starfsstjórn sem er í rauninni bara til þess að manna ráðuneyti, til þess að vera einhver haus þar, svo að bara þessi daglegu hlutir í stjórnsýslunni okkar hafi sinn gang, að þá fjallist við á það, enda er það venjan sem hefur verið í gegnum sögun okkar, gegnum lífeyrissöguna og við fjallumst á þá beiðni forsetans. Þorgerður og Katrín, þið voru nú með yfirlýsingar að þið vildu ekki verið í stjórn með Sigríði Andersen og Bjarna, en verðið þið í þessari starfsstjórn? Já, mín skoðun er svo að það er ekkert annað í boði því að þetta er starfsstjórn, réttilega eins og Björt segir, þetta er ekki ríkisstjórn, þetta er ekki pólitísk stjórn, það bara hlutirnir þurfa að ganga fyrir sig og talandi almannahagsmuni versus sérhagsmuni, það eru almannahagsmunir ákveðnir hlutir haldið áfram að virka þó að ríkisstjórnir falli. Það er hins vegar alveg rétt að Viðreisn vildi ígrunda málið, vildi aðeins bera upp og tala þetta í baklandinu og það sem að skiptir og ég skynja í okkar baklandi er að fólk vill fá upplýsingar. Fólk vill að málið meðal annars sem uppreist æru að það verði að fullu upplýst og ég held að meðal annars það er hluti af því sem við teljum rétt að formenn og forystumenn allra flokka setjast niður og komið sér saman það, Egill, sem skiptir gríðarlega miklu máli, hvaða mál ætlum við að klára fyrir kosningar og eitt af því sem ég tel mjög mikilvægt að sé er einmitt að við helst klárum nýlögum uppreist æru, upplýsum þessi mál, að við setjum ekki á einhverjum upplýsingum eins og stundum hefur gert eins og í skattaskjólsskýrslunni sem kom síðan eftir kosningar, við upplýsum þetta fyrir kosningar og
og síðan hitt náttúrulega sem einboðið að við ræðum það hvaða til dæmis ákvæði við viljum breyta í stjórnarskrá. Ég vil fá auðlindaákvæði í stjórnarskrá. En Palli, ég ætla að segja Palli. Hann þarna sko. Já, einhvern veginn sem ég kallaði mann því Ari Guðmundi þessu þætti, en þetta verra í mistökun. Þorgeir, Ég en þið eru sem sagt áfram, þrátt fyrir þessa stóru yfirlýsingu, verðið þið í þessari stjórn fram að kosningum? Já, við hittumst í dag ráðgjafarráðið, það er ljóst að það er skoðun þingflokksins að við eigum að gera þetta en það er eðlilegt að menn setjist aðeins niður einhverja klukkutíma til þess að anda þess, til þess að reyna að fá ákveðnum málum framgengt. Við viljum fá meiri upplýsingar, við viljum að þingið taki þessi mál, föstum tökum. Svandís, þú situr nú í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Ég tel mjög mikilvægt að nefndin komi saman og klári þessi. Þú telur að þetta klára þetta mál með þessi löggjöf uppreisn æru áður en þingið situr náttúrulega áfram þangað til það Já, þingið situr, það er náttúrulega ekki mjög mikið að gera á þinginu, þannig að stjórnskipunarnefnd fyrir það bara einboðið að taka þetta mál fyrir. Nei, mér finnst þetta reyndar dálítið afkáraleg afstæða, sko, miðað við bara stjórnskipan í landinu. Ef menn eru hættir í ríkisstjórn, þá eru þeir hættir í ríkisstjórn. Þá er ekki sagt við erum hættir í ríkisstjórn, en við ættum fyrst að klára uppreisn æru, auðlindagjaldið, stjórnarskrána og allt saman. Og að sjálfsögðu stendur bara sjálfstæðisflokkurinn ábyrgur af því, það hefur verið farið þessu leit að starfsstjórnin sitji áfram, það er engar efasemdir það. Þetta er bara í samræmi við íslenska hefð og íslenska stjórnskipan og ég skil ekki þessa afstöðu. Við ætlum að svara því á mánudaginn, hvort við verðum við tilmælum forsetans, ég bara botna ekki í þessu. Er það málið? Ertu ekki að svara þessu játandi nú? Þetta er svona dæmigert frá kerfisflokki svarið, við erum bara einfaldlega Kerfisflokki, þú hefur verið lengur í þessum flokki en ég. Já, enda fór ég úr honum og hef bara haft gott af því, en ég verð að segja eins og og það er mín skoðun, líka sem lögfræðingur, að það er alveg sammála Páli, það er einboðið að við tökum þátt í þessu, en það er ekkert óeðlilegt að fólk spyrji á hverju að gera það, á hvaða forsendu, fólk veit ekkert almennt hvað starfsstjórn þýðir. Það þýðir ekki bara fyrir stjórnmálamann að segja, þetta er bara svona og gera eins og við segjum. Við erum að eigum samtal við fólkið okkar, það er heilbrigt, það eru ný stjórnmál. Svandís, þetta er náttúrulega gríðarleg atburðarás og óvænt. Maður fór að sofa á kvöld og vaknaði upp með fallna stjórn. Ólafur... En maður fór snemma að sofa. Já, ég fór snemma að sofa. Ólafur Þ. Harðarson, ég var að horfa á Twin Peaks held ég. En Ólafur Þ. Harðarson var búinn að fullvissa okkur að stjórnin sigldi lygnan sjó þetta daginn áður. Þannig að maður fór öruggur að sofa kvöldið. En svo verður þessi atburðarás. Ég meina, til dæmis, erum við tilbúin að fara í kosningar og slíkt? Já, ég held að við séum það. Við erum það minnst kosti í VG. Þinn flokkur er það sennilega. Við erum algjörlega tilbúin til þess að fara í kosningar, en aðeins út af þessari umræðum starfsstjórn. Mér finnst mikilvægt, ég held að það sé kannski aðeins núið með þetta hugtak, því að það hljómar eins og þessi ríkisstjórn sé mjög mikið af störfum, en það er einmitt þannig sem það er ekki. Þetta ætti kannski frekar að heita biðstjórn eða stjórn sem hefur bara það hlutverk, eins og Björt segir, að halda í horfinu, að passa upp á það að ráðuneytin virki og svo framvegis og Sjálfstæðisflokkurinn stýrir ekki því hvað Alþingi gerir eftir að ríkisstjórnin er fallin. Það sem ég er að segja er það... En ertu þá ósammála Þorgeiri í því að það er þá ekki, að þínu viti ekki hægt að fara að vinna breyta einhverjum lögum eða þessu þingi eða getur þingið tekið frumkvæði með það? Þingið getur allt. Ef að þingi er að störfum, þá er það að störfum og það getur tekið allar ákvarðanir sem það vill á grundvelli meirihluta eftir atvikum, en þegar að staðan er svona óvenjuleg, þegar að búið verður að búa til kosninga, að þá þýðir það náttúrulega þannig að ríkisstjórnin er umboðslaus, hún hefur í raun og veru bara þetta takmarkaða verkefni og eðlilegast væri að ekkert gerðist annað en það sem væri algjör samstaða í þinginu. Það gengur ekki við séum að bera einhver mál atkvæðum undir þessum kringumstæðum vegna þess að það er komið að kjósendum. Þar er þú ert ekki sammála því að þetta sé hægt að gera? Já, ég tel að það sé ekki hægt að gera neitt öðruvísi heldur en að það sé bak við það þverpólitísk samstaða og sameiginlegur skilningur á mikilvægi þess bara því að það er út af því sem ég sagði, ég er algjörlega sammála því. Þess vegna hefði mér þótt gott ef að formenn allra stjórnmálaflokka settist niður og reyndi að koma sér saman mál, af því það er lykilatriði að koma sér saman mál og mér finnst einboðið að menn skoði til dæmis stjórnarskrárbreytingar. En aðeins aftur, Egill, varðandi þessa uppákomu þarna þessan óttum daginn, þá fyrir okkur sem erum að reyna að lesa í spilin sitjandi út í þingsal og reyna að horfa á þessa ríkisstjórn, þá kom það í sjálfu sér ekki á óvart að það kæmi til þess að hún félli.
Við fundum að það var ákveðið óyndi í gangi á milli stjórnarflokkana. Við sáum að það var ekki stemning til að mynda þegar var verið að mæla fyrir fjárlagafrumvarpinu. Við ræddum það við Katrín, það vill svo til að við töluðum það bara hreinlega á fimmtudeginum að það væri greinilega ekki gaman hjá þeim, eins og við orðuðum það. Það áttu að meina Björt Framtíð? Já, ég að tala bara ríkisstjórnina í heild. Það var ekki stemning þar á milli. Þannig að ég held að það í sjálfu sig kom ekki óvart, það svo annað mál, hvaða mál það nákvæmlega sem að verður til þess að fylla mælinn og hvaða mál það sem verður til þess að sprengja þessa ríkisstjórn. En við erum að horfa á mjög söguleg þáttaskil í því að Sjálfstæðisflokkurinn getur ekki með réttu kallað sig einhverja festu í íslensku stjórnmálum. Vegna þess að nú þetta þriðja ríkisstjórnin á 8 árum sem að getur ekki lokið við kjörtímabil og Sjálfstæðisflokkurinn þar burðarvirki. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn þarf að fara heim og vinna sína heimavinnu áður en að hann getur með trúverðum hætti haldið því fram að hann sé upphaf og endir alls í íslensku stjórnmálum. Það ekki kjósendur Svandís sem ákveða það hvenær Sjálfstæðisflokkurinn fer heim og hvort? Já, ég myndi að minnsta kosti taka þessi skilaboð alvarlega í ykkar skoðun. Já, en fyrst og fremst skildaði nú skilaboðin frá kjósendum og ég óttast þau ekkert sérstaklega. Var þetta frumhlaup hjá Bjartri Framtíð? Já. Ég ætla að byrja Pálma svaraði fyrst og kemur þú. Sko, mér fannst það. Við skulum átta okkur á því. Brynjar Níelsson notar orðið upphlaupslýður og dæmælusflóms. Já, það ekki mín orð. Brynjar náttúrulega í reiðikasti og það allt í lagi. Sko, við skulum átta okkur á því að Björt Framtíð ekki þessi ríkisstjórn, hún ekki fallin út af barnaníði. Hún fallin út af því sem Björt Framtíð álít vera trúnaðarbrest, sem fólst í því hvenær og með hvaða hætti formaður Sjálfstæðisflokksins sagði hinum flokkunum frá því að faðir hans hefði undirritað þetta umsagnarbréf þennan barnaníðing. Þetta ástæðan fyrir því að ríkisstjórnin fallin. Þetta finnst mér ekki vera gild ástæða til þess að fella ríkisstjórn. Ef Björt Framtíð og svo Viðreisn, þegar hún hljópa þennan vagndaginn eftir, hefði viljað laga þessi mál, afnema þessi fáránlegu lög sem hafa verið í gildi 100 ár uppreist æru, þyngja refsingar í þessum barnaníðingsmálum, það vansalaust fyrir Alþingi, ríkisstjórn og alla sem hafa setið hér við völd að þessi sennilega viðbjóðslegasti glæpur sem maður hefur heyrt af, sem fólst í barnaníði upp á dag í 12 ár, gagvart stjúpdóttur sinni, að hann bar í sér og fól í sér 5 ára refsidóm og glæpamaðurinn var laus eftir 3 ár. Ég hefði lagt til við Bjarta Framtíð og Viðreisn, tökum núna á þessum málum, afnemum þessi fáránlegu lög uppreist æru, þyngjum refsingar, förum yfir þessi barnaníðismál, hvernig á barnaníðsmál, hvernig á að bregðast við þeim, ekki hlaupa í burtu. Gerum núna það sem Alþingi hefur ekki skammast til að gera í marga áratugi, alveg sama hvaða flokkar í ríkisstjórn. Mér þykir bara mjög áhugavert að heyra alla aðra vera að útskýra það fyrir okkur í Bjartri Framtíð af hverju við slitum stjórn. Það liggur alveg ljóst fyrir að þessi ákvörðun okkar ekki menguð út af einhverju öðru sem hefur verið að gerast yfir kjörtímabilið. Þannig að þetta sem Svandís að tala stemningsleysi eða hvað og þau hafa skynjað, ég bara gef ekkert út á það. Það hefur ýmislegt gengið, ég meina við erum í ríkisstjórn, við erum 3 mismunandi flokkar, við tökumst á ýmsa hluti, það mjög eðlilegt, en margt gekk ágætlega, sumt var erfitt, eins og eðlilegt þegar 3 mismunandi flokkar eru ríkisstjórn saman. Ástæða þess að við slitum þessari stjórn það að við urðum uppvís af því að forsætisráðherra og dómsmálaráðherra fóru og voru með hagsmunaárekstra, leyndarhyggju í kringum það, sýndu stórkostlegt dómgreiðarleysi sem leiddi til þessa trúnaðarbrests, sem leiddi til þess að við getum ekki treyst þeim lengur. Það mergur málsins, það kjarninn í þessu. Og þegar samfélagið hefur verið að hrópa, þegar hér fjölskyldur hafa bara tekið og opnað inn í innsta kjarna og opnað allt út og sagt hér eru þessi særindi sem að við viljum fá leiðrétt, af hverju eru þeir að reisa upp æru þessa fólks, förum í gegnum þetta mál og þau mæta alltaf, þau klessa vegg allstaðar í stjórnsýslunni. Svo komumst við að því að við erum leynd því við aðrir ráðherrar í ríkisstjórn
og bara almenningur. Við erum leynd því að þarna eru hagsmunaárekstrar í viðlíka máli hjá forsætisráðherra, hjá hans fjölskyldu og þau hafa vitað það í 7 vikur, þessi 2 ráðherrar, dóms- og forsætisráðherra og okkur ekkert, það á ekkert að skipta neinu máli og svo núna bara sagt, já en biði, hvað í gangi? Af hverju að slíta stjórn? Hér eru efnahagsmálin í blóma. Bíddu, hvar eru, og þetta speglar munin þá á milli Sjálfstæðisflokksins og Bjartar framtíðar. Þetta okkar ábyrgð að segja hingað ekki lengra. En var ekki okkar ábyrgð, Björt, að laga þetta? Við vorum, og það var ákall í samfélaginu. Herri, nú ert þú að ræða eitthvað sem við erum öll sammála og ákall í samfélaginu hefur verið að kalla fram og það var hvorki dómsmálaráðherra eða einhver annar sem hafði frumkvæði að því að breyta þessu. Það var það að fólkið í landinu þrýsti á það að dómsmálaráðuneytið fari að gera eitthvað í þessum málum. Þá var það tekið upp hjá dómsmálaráðuneytið. Gott og vel. En af hverju stendur við því ekki áfram? Og þú ert að tala annað. Við erum að tala það að í þessu ferli það kom upp hagsmunaárekstrar, þar kemur upp þessi leyndarhyggja þegar kemur í ljós að faðir Bjarna Benediktssonar meðmæltur barnaníðingi í viðlíka máli, hann meðmæltur barnaníðingi, hann kvittar upp á fyrir hann, allt í lagi. Fólk ekki foreldrar sínir, allt í góðu lagi, við erum ekkert að meina neitt með því. En þessu haldið leyndu og þá spurningin, hafði það áhrif sem að við treystum ekki ennþá okkar samstarfsflokki til þess að svara þeirri spurningu út við erum leynd þessu. Hafði svo ákvörðun dómsmálaráðuneytisins og dómsmálaráðherra að upplýsa ekki gögnunum, hafði þetta áhrif á út af því að þessi maður var þarna inn í pakkanum, inn í viðlíka pakka. Það stóra spurningin og henni hefur ekki verið svarað og ég verð aðeins að fara að klára með þetta. Þessu hefur verið svarað af Bjarna Benediktssyni og Sjálfstæðisflokknum í lögfræðislangri núna síðustu daga á þá leið að þau hafa einmitt breytt á þann veg sem þau gerðu út af því að þau væru að vernda fórnarlömb þessa barnaníðs. Það algjört rugl. Það algjört rugl. Í öllum gögnum uppreist æru kemur ekkert fram fórnarlömb þeirra barnaníðinga sem voru þar, var þar verið þá að mæla með. Það kemur ekkert fram. Uppreist ára nei, það má ekki gera það. Uppreist æra stjórnsýslu ákvörðun. Hitt réttarframkvæmd. Það varðar lögin og allt það. Það náttúrulega spurning, hefðu dómsmálaráðherra geta gert þetta betur? Já, nú ætla ég að segja það. Það svolítið gaman að heyra, þú veist. Það tvennt í þessu sem mér finnst vera athugavert hjá okkur Sjálfstæðismönnum. Í fyrsta lagi sú ásjóna sem birtist mörgum þannig að flokkurinn, að þetta virkaði eins og við værum að svara hér miklum harmi með lagastakli og formreglum að gera hlutina rétt. Það verður að vera lexía fyrir Sjálfstæðisflokkinn hvernig hann nálgast svona mál og þetta segi ég bara í fullri auðmýkt. Þetta við hefðum getað haldið betur á þessu vegna þess að sannarlega það ekki svoleiðis að það sé meiri biðlund, meiri samúð hjá fólki í Sjálfstæðisflokknum með barnaníðingum eða minni samúð með fórnarlömbum þeirra heldur bara hjá öðru almennilegu fólki. En fyrir marga virkaði þetta þannig að við værum að svara þessu með lagastakli. Hitt sem mín skoðun svo að þegar það verður ljóst í júlí að faðir forsætisráðherra og formanns Sjálfstæðisflokksins hafi skrifað undir þetta umsagnarbréf, þá ég þeirrar skoðunar að það hefði átt að segja frá því strax. Og ef menn teldi einhverja lagalega skafanga á því þá átti að reyna að fá Benedikt Sveinsson til þess að gera þetta bara eigin frumkvæði. Og þetta hefði verið betur séð. Bjarni Benediktsson segir þá og það sjónarmið skil ég að hann hafi á þeim tímapunkti ekki viljað meðhöndla það mál með neinum hætti öðruvísi en það mál sem sneri að Róbert Downey sem var þegar komið í ákveðið ferli. Þetta finnst mér vera skiljanlegt sjónarmið og vel hægt að rökstyðja það, ég hins vegar ekki sammála því. Mér finnst að það hefði átt að meðhöndla þetta mál öðruvísi í júlí. En hefur þetta þá ekki veikt Bjarna Benediktsson sem formann Sjálfstæðisflokksins? Það smekksatriði. Þetta óþægilegt mál fyrir hann, en þetta gamla dæmisagan syndir feðranna. Bjarni hefur ekki gert neitt af sér í þessu.
Hann hefur lýst því og lýst því hér á blaðamannafundi hversu vandræðilegt þetta hefði verið og vont fyrir hann þvert geð. Sjálfur hefði hann aldrei getað gert þetta og hann myndi aldrei geta varið það þessa gjörð föðursins að hafa skrifað undir þetta. En að hvaða leyti, sko, nú erum við að fara í kosningar, að hvaða leyti munu þær snúast uppgjör við þessi mál? Nú erum við að sjá, ég nefndi það nú áðan, að það verður hörmulegt að sjá sko erlendar fréttir af þessu, þessum eru myndir af íslensku stjórnmálamönnum undir Færeyjum, sko, þar stendur börnilokkar og svo er mynd af íslensku stjórnmálamönnum og maður er einhvern veginn, nei, þetta er ekki, við viljum þetta ekki. Þetta er ömurlegt. Sko ég held að mörgu leyti muni þessar kosningar snúast nákvæmlega þetta, það er að segja traust og trúverðuleika. Hérna talar Páll endurskoðunartón þetta hjá Sjálfstæðisflokknum og ég held að það sé full ástæða til að Sjálfstæðisflokkurinn skoði þetta sem að hefur virkað eins og yfirlæti og hroki frammi fyrir þessum málum. Og ég nefni þá sérstaklega formann stjórnskipunar og eftirlitsnefndar sem hefur talað af léttúð þetta mál og sagt það eru til miklu verri glæpir en þetta. Og það er náttúrulega þannig þessi afstaða, lagastagl og útúrsnúningar sem að gera það að verkum að fólk fyllist réttlátri reiði. En ég vil líka segja það að mér virðist sem Bjarni Benediktsson hafi ekki verið starfi sínu vaxinn sem forsætisráðherra. Hann hefur ekki haldið utan þessa ríkisstjórn. Hann hefur ekki verið verkstjóri þessarar ríkisstjórnar. Hann hefur ekki talað við fólk og byggt þann grunn sem að traust í raun og veru er. Það er auðvitað óendanlega mikilvægt að vinna heimavinnuna sína. Maður sér þarna ríkisstjórn sem að hittist ekki í 40 daga yfir sumarið. Nú þekkja þær þetta betur, Þorgerður og Björt og ég. Það að vera ríkisstjórn, það þýðir stöðuga vinnu, stöðugt samtal og stöðuga yfirvegun alls konar mál. En þetta verður kosið að hluta og það verður líka kosið stöðu barna. Það verður kosið brotaþola kynferðisbrota og viljan til þess að taka þessi mál föstum tökum, bæði lögin, Ertu ekki sammála með Svandís að á það hefur skort hér? Á það hefur skort hér, en þegar að við sjáum leyndina sem var í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd, þegar að nefndarmenn ganga á dyr af því þeir vilja ekki sjá gögn, og það eru óvart akkurat þingmenn Sjálfstæðisflokks í nefndinni, reyndar þingmaður Viðreisnar líka, þá sér maður það allt saman í nýju ljósi þegar að þessar upplýsingar kom upp á borðið. Stóð alltaf til að halda hlífiskildi yfir einhverjum. Þetta þurfum við alltaf að klára. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd að störfum, hún með verkefnið ennþá á borðinu, hún þarf að ljúka því verkefni. Finnst þér að nú formaður nefndarinnar Brynjar Níelsson sem hefur náttúrulega verið, myndirðu ekki segja að hann þyrfti þá að víkja sem... Ég held að það gefi augalega að hann getur ekki stýrt þeirri vinnu. Eru þið sammála því? Já, ég er eiginlega sammála því. Ég er sammála mjög mörgur þetta sem að Svandís var að segja og ég vil náttúrulega byrja á því að kannski að hrósa líka blaðamenn. Það er nú alltaf verið að pönkast bæði í RÚV og ákveðnum blöðum en við erum að fá þetta fram meðal annars af því að fjórða valdið er nú þó að standa sig þarna með mikilli prýðu og þrýsta á þessar upplýsingar. Mér finnst áhugaverð þessi nálgun hjá Páli. Þetta er svona aðeins ný nálgun sem að mér finnst virðingaverð, hvernig hann er að horfa á hlutina og hjálpar vonandi. En þetta er líka, það er verið að gagnrýna bjarta framtíð fyrir þessa framkomu að hafa slitið stjórninni út frá tilfinningarökum. Og það er eiginlega það sem að mér finnst svolítið nýja pólitíkin. Tilfinningarök eru nefnilega orðin stór breyta í þessu öllu. Það verður að fara að taka betur utan fórnarlöp kynferðisafbrota. Og þegar ég hef verið að tala leyndarhyggju, þá hef ég ekki verið að tala endilega leyndarhyggjuna út frá þessu eina máli. Heldur almennt það hvernig málsmeðferðin í kringum kynferðisbrot sem að beinast náttúrulega fyrst og fremst gagnvart konum og börnum. Og það er alveg hægt að slíta ríkisstjórn út frá einhverju öðru heldur en lagatæknilegu sjónarmiði, peningalegum hagsmunum eða efnahagslegum stöðugleika. Þetta er orðið stór breyta líka og mun örugglega vera hluti af því sem að við munum ræða í kosningabaráttunni. Þessar upplýsingar þurft að koma fram. Þeir sem að mæla með mönnum að þeir geti fengið uppreistar og eiga geta skamma sig fyrir þetta. Ef þeir trúa því virkilega að þessi menn séu að verða betri, þá eiga þessar bara upplýsingar að liggja fyrir. Þetta er bara einfalt. Allir vera sammála þetta. System er alveg gjörónýtt og þetta þegar menn eru að nálgast svona eins og þau séu að skrifa upp á víxla eða eitthvað þá er þetta náttúrulega algjörlega og svo er náttúrulega það sem Páll segir varðandi refsingar í þessu, þær eru náttúrulega forsmá þetta er skammarlegt, það er forsmá. Ég vil benda á eitt, að það er á meðan við erum að tala þetta og það rennur í gegn hérna þessar heimildir til þess að veita mönnum uppreistar. Greinilegt að menn eru ekki að fara eins og undir yfir umsóknirnar og meðmælendur. Á sama tíma í hverjum
einasta steini velt í undirstofnunum líka dómsmálaráðuneytisins varðandi útlendinga. Þá eru málin tafin, þá ekki hægt að taka neinar mannlegar og mannúðlegar ákvarðanir af því að kerfið segir bara nei. Mér finnst þetta vera hrópandi og þetta nákvæmlega á sama tíma að hitt gengur smurt í gegnum kerfið. Þess vegna verður talað um kerfið. Þess vegna þurfum við kerfisbreytingar í þessu. En ég sko, er einhver möguleiki á því að það verði ekki kosningar? Munið til dæmis Vinstri græn, mundu þið taka þátt í viðræðum að reyna að mynda stjórn? Svanur Kristjánsson var að tala það að hann vildi fá var að hvetja ykkur til að fara að mynda umbótastjórn, það sem hann talar Sko það náttúrulega fóru allir forystumenn flokkana á fund forseta Íslands í gær og það var talað þar tiltekinn kjördag. Ég vænti þess að það verði boðaður þingfundur núna bara strax eftir helgina og þá gerast hlutirnir auðvitað hratt. Við erum byrjuð að tala um kosningar og kjördag. Þannig að önnur samtöl þurfa þá að vera býstna snör í snúningum ef þau eiga sér stað. Ríkisstjórn þarf að styðjast við þingmeirihluta, sama hvort að það meirihlutastjórn eða minnihlutastjórn. Hún þarf að geta, minnsta kosti, varist vantrausti og lokið við fjárlaga. En það er náttúrulega líka hægt að mynda ríkisstjórn. Það er alveg hægt. Það er hægt að mynda ríkisstjórn meðan þessi starfsstjórn og meðan áður en til kosninga kemur. Og mér þú veist, auðvitað er það erfitt fyrir stjórnmálaflokka og það er það sem við stóðum frammi fyrir hérna þegar var verið að reyna að mynda ríkisstjórn síðast fyrir ekki að það vildi enginn vinna með neinum og það auðvitað gengur ekki upp og það endaði þannig að ég meina fólk við brutum átt af einhverju oflæti af minnsta kosti, menn það voru ekki allir sátt við það hjá okkur að við færum með Sjálfstæðisflokknum en þú veist, við tökum ábyrgð og við ætlum að gera þetta þannig að miðað við það sem að Bjarni Benediktsson sagði áður en hann sagði sko, eða sem sagt í aðdraganda þess að hann sagðist ætla að slíta þessu bara og hann vildi kosningar. Hann sagði ég hef rætt við alla, eða flestalla forystumenn flokkana og ég sé ekki að það sé neitt að fara að gerast þarna að við getum myndað aðra stjórn, þannig að við erum kosningar og þá spyr ég bara, þannig að allir flokkar hafa ekki viljað, enginn hefur viljað vinna með honum og hver verður þá staðan eftir kosningar? Er fólk að fara að vinna með honum þá? Þannig ég næ ekki alveg lausninni sem þetta á að færa okkur. Mér þætti væntum að við gætum fundið út úr því áður, sko. Sko, ég nefnilega spyr mig, vill íslensk alþýða, íslenskur almenningur, kosningar? Ég er ekkert endilega viss það allir stjórnmálaflokkarnir vilji bara kosningar því að menn eru tiltölulega nýbúnir í kosningum, allir flokkar, þú veist, hafa engin pening og allt það, en ég held þetta sé óhjákvæmilegt. Þetta er náttúrulega bara einboðið, við erum bara löngu komin fram hjá þeim punkti að það sé hægt að gera eitthvað. Það er alls konar mynstur sem verður til í þessu, eins og einhver nefndi, það er hægt að mynda minnihlutastjórn með hlutleysi einhvers flokks í einhver tíma, það er hægt að fara í ýmiss konar sem kæmi þó í gegn fjárlögum. Alls konar æfingar. Í Noregi þá kjósa menn ekki nema bara á 4 ára fresti og svo verða stjórnmálamenn bara eins og í sveitarstjórnum hér, sko. Já, það er í sveitarstjórnum hér. Ég er sko, við þurfum bara átt okkur á því eins og ég sagði að það þarf að hafa hraðar hendur eða eitthvað annað að gerast heldur en það sem er í spilunum eftir daginn í gær. Það er bara þannig. Og ég vil líka segja sko að þessir flokkar sem hér sitja, þeir hafa náttúrulega lagt fram sína stefnu í fjárlagafrumvarpinu. Þar liggur fyrir að þá áfram að herða að menntun, velferð, vegagerð, heilbrigðismálum. Sem er það sem við förum svo að kjósum alveg eins og síðast. Sem við munum kjósum eins og síðast en það veitir ekki af. Það er ekki verið að herða að það verið að bæta í á öllum þessum. Það þarf að verja innviðina og sækja fram. Og það er það sem verður kosið fyrst og fremst. En þess að þjóðin horfir á batnandi efnahag og það segir hvar þessi peningar? Af hverju koma þeir ekki inn í kerfin okkar, inn í samneyslun okkar og af hverju koma þeir ekki inn í kjör öryrkja og eldri borgara? Það stendur ekki til í fjárlagafrumvarpi Benedikts Jóhannessonar. Það kom ekki fram þar og þannig að þessir flokkar þurfa að minnsta kosti ekki fara í mikla stefnumótun fyrir kosningar því að það plagg liggur fyrir. Ég ætla að vera mjög ruttalegur, Svandís, og ég ætla að skipta þér út fyrir að vísa mig á dyr eftir þetta. Nei, það er ekki mjög vænt að fá þig hérna, ég ætla Helgi kemur hérna að þakka þig fyrir. Það koma náttúrulega tíðindi í gær bárust þau tíðindi að Birgitta Jónsdóttir, sem hefur verið öflugasti foringinn í röðum Pírata, hún ætti að hætta á þingi, standa við orð sínum að hætta á þingi eftir kjörtímabilið, sem er náttúrulega miklu styttri en nokkur maður gerði ráð fyrir, en Helgi Hrafn Jónsson, Helgi Hrafn Gunnarsson
Ég verða mjög slæmur með þetta. Gunnarsbörnin eru hér. Ég ætla að einfalda þetta fyrir Axel. Sonur Gunnars Smára sem býr á Siglufirði. Já. Hljóðmanns sem var á mörgum fjölum. Gunnar Smára Helgason. Já. Hann... Já, þetta vissi ég áttaði mig góð. Mjög merkilegum maður. Þú hefur sem sagt ákveðið að stíga aftur inn í pólitíkina eftir hlé sem var nú kannski styttir en þú ætlaðir að það yrði. Já, ég ákveði að gera það. Hvernig stendur á því? Bara þegar þetta kom upp og það virtist vera ákveðið þegar að fólk ætlaði í kosningar þá bara talaði ég við fólk mér náið. Ígrunda þetta vel og þetta var niðurstaðan. Og það alveg svo seinast að það ekkert einhver ein ástæða. Maður er að taka ákvörðun sem varðar allt líf manns. Þetta eru rosalega margir þættir sem maður tekur til skoðunar. En ég meina auðvitað þegar allt kemur til alls vegna sem ég held að ég geti stuðlað einhverjum breytingum, hjálpa til við það að stuðla einhverjum breytingum til þess betra. Og það er svona auðvitað markmiðið sko. En þú varst kannski búin að fá nóg síðast og það er ekki nema ár síðan. Ég myndi ekki orða þannig að ég fengi nóg. Nei. En það eru rosalega margir þættir sem ég þyrfti að taka til að útskýra það ákvörðun. En hluti af því er það líka að sko við erum flokkur sem að reynar að einblína rosalega mikið á undirstöðunar. Valdið komið neðan frá og upp. Og það þýðir að við þurfum að valdefla grasrótina. Og mér fannst mikið þegar ég var þingmaður okkur hafa mistekist að mörgu leyti sem að mér langaði til þess að hjálpa til við að laga og langar ennþá til þess að hjálpa til við að laga. Og það var svona hitt sem ég gæti gert að gagni í stjórnmálum sem ég var að hugsa þá sko. Og svo bara gerist þetta og já, hlutir gerast. Ég verð að segja það, ég er mjög glöð með ánægð með ákvörðun Helga Hrafns. Það er mjög gott að vinna með honum sem þingmanni og það er þvert á alla flokka. Hann er hann hlustar, hann er mjög skýr og tekur líka oft erfiðar ákvarðanir. Við tókum baráttu til dæmis betrunarmál fanga og vorum samstiga í því og það er erfið barátta, það er erfitt að stundum að verja svona hana út á við en hann er mjög hugrakkur í sinni nálgun og ég held að þetta veri mjög gott fyrir Alþingi. Ég held að þetta sé mjög góð tíðindi. Þurfum að mæra hérna rosalega. En nú skulum við fara að Ég ætla að segja sko, við tengjum þetta pólitík því Helgi er frábær og allt það, en það sem skiptir máli einmitt er þessi mennska sem kemur meðal annars með Helga Hrafni og ég held að það sem að þrátt fyrir þetta, sko, þessa ólgu sem er búin að vera, þá er gott fólk í öllum flokkum. Við megum ekki gleyma því. Þetta gengur út af það að fólk geti talað saman, komast að skynsamlegri niðurstöðu fyrir einmitt umbjóðendur okkar. Helgi mun gera sitt í því. Hvað Eigum við bara að tala Helga. En sko, hvernig horfa þessi atburðir við þér, þessi síðustu daga? Sko, mér finnst þetta að vera einkenni þess að það er svona kerfislægur mótþrói við það að veita upplýsingar. Blaðamenn kvarta undan þessu, almenningur kvarta undan þessu þegar að leita að upplýsingum. Mér finnst þetta að vera svona enn eitt einkenni þess að við þurfum að huga meira að spurningur það hvernig við ætlum að hafa grunngildin í stjórnsýslunni og grunngildin í pólitíkinni. Og það er til nafn yfir þetta og það er stjórnarskrá. Og það vill svo til að frekar nýlega þá farið í mjög viðamikla vinnu til þess að vinna að nýrri stjórnarskrá sem er umdeilt mál og allt það. Og þar eru mjög góða leiðbeiningar og mjög góð gildi sett fram sem ég held að hefðu hugsanlega fyrirbyggt þetta og vissulega dregið úr líkunum á þessu. Og þá er ég sérstaklega að tala um það að þar er hugsunin svo að stjórnvöld eigi að veita upplýsingar. Ekki svona, ok, ég ætla svona góðfúslega að leyfa þér að hafa þessi gögn. Heldur bara það að ríkið á að veita upplýsingar, svo þetta með samkvæmt lögum og með fyrirvörum og svoleiðis. En það er sem sagt hið sjálfgefna ástand. Ég held að þetta mál og mjög mörg ekki sambærileg mál, en svona þessi skandalar, þeir eru oft komnir vegna þess að við höfum ekki útkláð þetta samtal um það hvað eigum við með lýðveldinu í Ísland? Við kláruðum þetta ekki 1944. Hvað eigum við með gagnsæi? Já, hvað eigum við, hvernig ætlum við að hafa grunngildin af því hvernig stjórnmálinn virkar? Þetta er óútkláð spurning og við verðum útklána. En hvernig finnst þér eðlilegt að ríkisstjórnin springi á þessu máli? Já, mér finnst það eðlilegt. En ég meina, mér finnst svolítið óþægilegt að tala um þess að, ég er ekki í ríkisstjórn og er ekki á þessum ríkisstjórnarfundum og allt það, og hef aldrei verið ráðherra, en já, mér finnst það alveg eðlilegt. Já. En hvað, en er eftir einhver að slægjast að fara í kosningar núna?
eins og ég segi það, ég held að þessi kosningaþreyta í fólki. Fá Helga á þing, minnstu kosti. Það virkar á mig. Þetta ráðan bara sem ráðherra, það er ekkert vandamál. Róleg. Eftir eitthvað að slægast, ég meina, skilur, kosningar eru tæki sem við notum til þess að veita umboð og þegar, og ég vil meina allavega, skilur, þetta er alveg viðvarandi ástand, eitthvað stjórnmálakrísa, skilur, að kjörtímabil klárast ekki. Já. Skilur, þá þurfum að finna út úr því og hvernig gerum við það? Jú, með því að veita umboð og við gerum það með kosningum. Þú veist, ok, ef fólk þreytt á kosningum, þá bara förum að kjósa þannig að við þurfum ekki að gera þetta aftur og aftur. En er eitthvað sem bendir til þess að eitthvað muni breytast þó við kjósum 4. nóvember? Ég meina, kjósendur verða að segja til það, ég veit ekki hverju ég get svarað þér. Ég get ekki alveg séð það, svona lausnin hefur einhvern veginn ekki alveg komið til mín, en það má vera. Fólk og flokksins, það er nýtt stjórnmála, það sækir gríðarlega fram í skoðanakönnunum. Ég held að við hljótum að gera ráð fyrir að Flokk og flokksins komi inn með einhvern hóp þingmanna, þú veist, þeir getur fengið 10%, þeir getur þess vegna náður upp í 12%. Það er það sem ég er að meina, sko. Ég held að ég meina, hugsanlega og væntanlega heldur tilur Svandís og Katrín og aðrir að VG myndi aðeins bæta í, við trúa því og það bara gott fyrir þau og allt það. Einhver litlu flokkana myndi kannski detta út af, jafnvel Björt framtíð. Eða svona, ef maður fer að spá strax, sko, Flokkur fólksins myndi örugglega koma inn, þannig að það sem ég held, sko, og ég veit ekki til þess að það sé aðrir flokkar af Alþingi, af vinstri hliðina að minnsta kosti, sem að taka undir þann málflutning sem að þar er viðhafður. Þannig að, sko, og ef enginn ætlar að vinna með Sjálfstæðisflokknum, hvað er þá að fara að gerast, sko? Þá er þetta ekki bara, liggur þetta ekki aldrei ljóst fyrir? Ég þori ekki að segja þetta upp átt, sko. Það er komið tillögu, minnihlutastjórn. Já. Pælum í því. Ég veit ekki hvað hún ætti að færa okkur, sko, en þetta er okkar leið til að leysa svona mál. Þetta er þannig að þegar ríkisstjórn fellur með þessum aðdraganda og með þessum hætti sem hún gerir, að þá höfum við enga aðra leið til að skera úr því. Við látum bara kjósendur skera úr það hvernig þetta eigi að vera. En ef þeir hafa ekki áhuga og við fáum sömu niðurstöðuna aftur eða svipan, það er spurning. Já, það er þá þeirra niðurstaða. Það er einmitt spurningi núna að nota þetta tækifæri og hluta til einmitt út frá því sem Helgi er að segja, breyta kerfinu, breyta aðgangi fólks að upplýsingum. Það er lykilatriði. Notum þessa viku til þess aðeins að hugsa þetta upp á nýtt. Minnihlutastjórn. Núna eða eftir kosningar? Ég er bara almennt hlynntur minnihlutastjórnum, ég vil bara að ríkisstjórnin sé í minnihluta út af því að þetta samband framkvæmdarvaldsins og löggjafarvaldsins verður svo óhollt þegar það er meirihlutastjórnir. Já, og þetta er stjórnarfarið ekki frekar tilvíðanlega. En við erum þannig að koma með til dæmis þessi ríkisstjórn sem er að hrökklast frá núna, hún er kannski ríkisstjórn það er einn risastór flokkur og svo eru minni flokkar sem að í rauninni fara smátt og smátt að upplifa sára vanlíðan í samstarfinu. Bara aðeins þegar við erum ég ber ábyrgð á Sjóvallandi og ég skal ekki leyna því að af og til hefur þetta verið pínu þungt og við erum að horfa upp á sjómannaverkfallið. Það kom náttúrulega ákveðin andstaða strax þar eða þrýstungur að við myndum skipta okkur af því strax. Maður satt það af sér. Það er eitt og annað í kringum sauðfjárræktina og það er náttúrulega varðandi undanþágu á samkeppnislögum út á mjólkinni. En þetta er stundum þannig að mér hefur þótt Bjarni þurft svolítið að smala köttum. Bara, ég var að segja það innan Sjálfstæðisflokksins. Það er alltaf, það hefur verið talað fýlupókadeildina, þeir kallaði sig sjálfur, ég minnst þetta mjög fínir menn, það má ekki miskilja mig, þetta eru mjög fínir menn, en menn hafa verið að móast við öllum kerfisbreytingum. Má ég koma með eina örstutta stjórnmálaskýringu, sko, því að ég var nú stundum í þínu sæti. Ég spáði því við upphaf lífsferils þessara ríkisstjórnar að líftími hennar myndi frekar ráðast af því hvernig litlu flokkarnir í henni myndu bregðast við því þegar fylgi færi að flæða undan þeim í könnunum. Var það ástæðan núna? Nei, fremur en því hvað Sjálfstæðisflokkurinn gerði eða léti ógert. Sjálfstæðisflokkurinn vill enga breytingar. Það er það sem maður er búin að upplifa á síðustu 8 mánuðum. Við viljum bætur. Þú ert að fara á fund með bændum. Umbætur, ég til ég að fara í það með þér. Þú ert að fara á fund með bændum á þriðjudaginn. Já. En ég þakka ykkur fyrir að vera hérna með mér. Núna rétt á eftir sýni ég viðtal við bandaríska sagnfræðinginn Timothy Snyder sem er einn merkilegasti fræðimaður, stjórnmálaskýrandi í heimi í dag, prófessor í Yale og við tölum aðalega nútímastjórnmálum, Putin, Trump og fleira, vaxandi lýðskrum, jafnvel alræði og ég mæli sterklega með þessu viðtali en það er ekki sent út í útvarpi, það er bara í sjónvarpsmegin og á netinu.
Hingað kominn Timothy Snyder, hann bandarískur háskólaprófessor kominn hérna til að halda erindi á bókmenntahátíð í Reykjavík. Hann prófessor við Yale, hann hefur skrifað bækur 20. öldina, aðalega árin í kringum heimsstyrjöldina, en núna já, má segja frægust bókin sem heitir On Tyranny, 20 Lessons from the 20th Century, bók sem hann skrifar svona í kjölfarið á kosningasigri Trumps í Bandaríkjunum. Welcome to this program, Timothy Snyder. On Tyranny, it's about ways to defeat authoritarianism. Be aware of authoritarianism and, well, recognize it. Isn't that sort of the gist of the book? The book starts by trying to remind Americans that they are inside history and that things that Americans don't think are possible are in fact possible. So what I do is I remind Americans of all the history that we once knew but have forgotten from the European 20th century and try to explain how regimes change and then suggest 20 ways to try to prevent regime change, to try to preserve the institutions that we have. So the book is a response to a particular moment, the election of Donald Trump, of course, but I'm bringing to bear everything I think I understand as a historian about the 20th century. You're mostly drawing lessons from the 30s, right? From the European history of the 30s, and well, making parallels into the modern condition. The 1930s are a very interesting time. For one thing, it's the moment of the collapse of the first globalization. We think that the globalization we are in is new and unique, but we actually went through a rather similar pattern in the late 19th and early 20th century, and that globalization collapsed with the Great War, the Great Depression, and then the Second World War. So if we want to know how globalization collapses, the 1930s are a very useful time. The 1930s are also important because the 1930s are becoming an object of nostalgia for certain politicians of the right, and Mr. Trump happens to be one of those. So it's useful to recall what the 1930s actually were like. Beyond that, it's writers who experienced the 1930s, like Victor Klemperer or Hannah Arendt in Germany, who've left behind the legacy of wisdom from which the book draws. You said in your lecture at the university that we are living in a historical moment. Is this the moment we're living in history? Is it more historical than any other moment in history? Are we at crossroads? I think we are. But what I mean by a historical moment is something like this. Certain kinds of politics can cast a spell. We can think progress is inevitable, for example. If you're an American and you grew up in the 1990s, you were told there's no alternative to liberalism and democracy. And that means really there's no history. If there's more of the same, and the more of the same is coming, regardless of what you do or I do, that means you don't really have to understand history. That story of progress is now collapsing before our eyes. And I mean we're in a historical moment because the spell has been broken. People have to make decisions about what they're going to do, and yes, those decisions matter more now than they might in other times. And history is also there to give us a sense of what decisions we can make, what patterns we can recognize, and how what we do matters. So in this book you're saying that people have to get more engaged? Absolutely, absolutely. I mean, the first America is a very divided country politically, like other countries, like Italy, like France, like Poland. We have almost two political nations. And when Mr. Trump won, the reaction of his opponents was to agree that this was a terrible thing. But that's not enough. One has to translate conviction into action. Mr. Trump is an exceptional figure in that he doesn't accept the rules of the game. And so people who do think that the rules of the game, by which I mean the rule of law, for example, or democracy or civil rights, people who do believe in those rules or in those institutions have to now do something. So the book is precisely, it's not a history book, it's a political pamphlet, it's a guide to action. So what are the warning signs? Well, the warning signs in a figure like Mr. Trump are pretty straightforward. For one thing, the way he behaves in rallies when he's in front of people very much recalls the fascist style of the 1930s. The call and response to the audience, the asking the audience to criticize the media, having the audience remove elements of the audience who are defined as outsiders. Mr. Trump's attitude towards the truth, the attempt to completely destroy factuality by lying all of the time and then saying that it's precisely the journalists who are the liars, that recalls every form of authoritarianism. Now, that's the leader, but there's also us.
America has problems which make this kind of leader more likely. That the master problem would be economic inequality. But then we also have the rise of illiberalism or authoritarianism in, of course, Russia, in Turkey, and in some parts of Europe as well. No, so I come to this whole issue as a European historian and as an American who knows European languages and who has spent much of his adult life in Europe. What I'm trying to do is provide Americans with guidance that I get from Europe, from the 1930s, as you say, but also from the 21st century. Because much of what seems new and shocking to Americans has already happened in Russia or in Ukraine or in Poland or in Hungary or in some other place. So it's my deep conviction that we are in fact all in this together, that the processes that are underway are taking place in Europe and the US and Russia simultaneously. And so we have to learn from one another. It seems like politicians like, well, Putin and Erdogan, they can say pretty much what they like. Nobody's really fact-checking them in a way that matters. It goes beyond that. I think Vladimir Putin in particular is a kind of pioneer of the politics of post-factuality, where it's not that so much that you lie, it's that you don't acknowledge the difference between lies and truth. But with the help of media, which in Russia is state-controlled, you create a general state of confusion and therefore cynicism, where everybody is cynical about everything all the time. And interestingly, that creates nationalism, because if you think everybody lies all the time, then you don't trust the American media, you don't trust the British media, you don't trust the Icelandic media. You just think everyone lies. And if everyone lies, then it's better to accept your own lies than somebody else's. And that's where one ends up. But there's also a breeding ground for this. And the breeding ground is rising inequality, discontentment with globalization, insecurity about jobs, immigration, of course. And immigration has become linked with terrorism in a way. So there's the ground is kind of fertile. I would single out two factors. The first is the way the media has evolved. So as media becomes less personal, I think consumers of media become more vulnerable. In my country, at least, the death of local news prepares the way for the rise of fake news, because people stop thinking about journalists as human beings who follow facts and start to think of the media as something distant from some faraway city. And once it becomes abstract, it's easier for it to become fictional. And that's happened in both Russia and the US. One of the many things Russia and the US have in common is the absence of local news. The other thing I agree about is inequality. If you don't think that you can do better in your own lifetime, then you stop to care about the facts, the knowledge that might help you to do better, and you become more vulnerable to myths, like, for example, the idea of making America great again, which was Mr. Trump's campaign slogan. But of course, the inequality in Russia is mind-boggling, really. But you see the US going down the same track, really. This is a really important point. So it's very easy for Americans to say, and they're correct to say it, that Mr. Trump was a Russian candidate who ran a Russian campaign and had material help from Russia. He's also a very Russian figure in the sense that he's connected with Russian patron-client relationships, and his business career depended upon Russian money. That's all true. On the other hand, the thing that we need to be concerned about for our future is that what you say about Russia is also true about the United States. The degree of inequality in the United States is staggering. And if you look at charts, really Russia and the United States are together, all by themselves, very much different from other countries in Europe. But it's also, and there's also the issue of immigration, because, well, Trump is talking all the time about immigration. Viktor Orban in Hungary is mostly about immigration, right? Well, I mean, there's a specific East European phenomenon in, say, Russia, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, where people talk about immigration, although there is no immigration, which I find intellectually interesting. So the refugee question is politically extremely meaningful in these countries, but they're not taking any refugees. So it's not a problem in any way? Yeah, no. I mean, it's a problem which is generated by the political class for its own purposes. So to say that there's a refugee problem in Poland or in Russia is absurd, because those countries don't, in fact, take any refugees. No. But in the U.S., it's become a question of us against them. I mean, that's the racial. We see Charlottesville, which was kind of a shock to most of us, and
It's about racial tensions and racism. Well, it's about a president who is a racist and a president who sends very clear signals to that part of his base that it's appropriate for them to behave that way. When you have a president of the United States who says that Nazis are just one side and there's another side, that's clearly a signal to white supremacists that they're doing the right thing, and that's how they received it. But one simply cannot say that the presence of African Americans in our country is a question of immigration. These are the descendants of slaves who came over 300 years ago. And if we can't work them into our national story, that's our problem that we need to work on. But do you think that conservatives in America can resist Trump? Where is conservatism going under Trump? That's a very good question. Conservatism is dead, unfortunately. So what's happened is that basically every Republican who was a conservative has either left the party or expressed their opposition to Mr. Trump in a different way. It turns out that those people, although intellectually interesting, are not that politically important. The Republican Party is now a party which has an oligarchical component and which has a reactionary component, but it's very hard to find true conservatives inside the Republican Party. And I think in that sense, that's the tragedy of American politics, is that you don't actually have anybody representing conservatism, which is an important and legitimate position. But has the system been able to halt Trump or stop him in any way? Well, one of the beliefs is that, well, the American institutions would be so strong that they actually could save us from this regime. So Mr. Trump is somebody who doesn't believe in the institutions. That's where we have to begin. Mr. Trump is someone who characterologically is going to push up against the walls of the institutions until he finds a weak spot. He's going to keep trying to do that. So then what are the institutions? The institutions aren't real structures. They're other human beings. And so how strong the institutions have been has largely been a function of how much Americans have pushed them. So the investigation of Mr. Trump for his connections with Russia is a result of investigative reporting. If not for American action, you won't have this investigation. So yes, the institutions are constraining him, but I would say that the way that they're constraining him is itself a sign of concern. We don't have the system that we're supposed to have where the legislature constrains the executive. Congress is not constraining the executive very much. The judiciary is constraining him, but it's under constant threat. What's actually constraining Mr. Trump, as far as one can tell, is the FBI and retired generals, which is not the way the system is supposed to work, right? We're basically counting on the spies to constrain the generals, to constrain the oligarchs, to constrain Mr. Trump, which might work, but it's not what democracy looks like. We haven't mentioned the word fascism or Nazism, but really the beginning of Hitler's real takeover in Germany was the Reichstag fire. A Reichstag incident, would that be possible in America? Oh, absolutely. I mean, the Reichstag fire is a very important example, I think, for modern tyrants everywhere, because what the Reichstag fire teaches is that you can take advantage of a surprise, take advantage of an unexpected emergency. Might be a terrorist attack. Yeah, terrorist attack. The Reichstag fire was a terrorist attack. You take advantage of a terrorist attack to change the system. You declare a state of emergency, which is temporary but becomes permanent. That's how the Weimar Republic becomes what we call the Third Reich, essentially. That's how the Republic dies and the Third Reich begins. That's how Hitler becomes an exceptional leader. That state of emergency lasts until 1945. This sort of thing, unfortunately, is possible pretty much everywhere. And I'm afraid it's more vulnerable, it's more possible under a president like Mr. Trump, because first of all, he has no political ethics whatsoever which would stop it. And secondly, he has no policies of any kind which would actually attract support to him or his party in a normal way. They literally have nothing to offer. So when you have nothing positive to offer, what you might offer instead is the emergency. Right? Whether you generate it yourself, whether you get it by chance, who knows? But the emergency which says we have to consolidate, we can't accept opposition right now. Unfortunately, I think that sort of thing would be very tempting for the characters who are now in the White House. A bomb on North Korea?
I think there's a reason why Mr. Trump finds it so interesting to talk about foreign affairs. He doesn't know anything about them. And ironically, he's made the United States a much weaker country abroad. I mean, this is something that his supporters do not understand, that our diplomats matter much more than our army. And Mr. Trump has defunded the State Department and basically disempowered our diplomats. So America as a power is receding from the world very rapidly, as of course one feels every day in Europe. But he likes to talk about foreign affairs because you can project fantasies about how a bomb here or there will make a huge difference. I think some kind of disaster in foreign affairs would probably be good for Mr. Trump, because unlike disasters in domestic policy, he can then talk about how he's doing something about it. If a storm strikes Texas, or if a storm strikes Florida, as is happening now, Mr. Trump's whole position that climate change isn't happening and government can't help seems a little bit ridiculous. But if there's a crisis far away, he can always pose and strut, which is what he likes to do. What about Putin? Of course, you're a specialist in East European history, East European politics, and you spend a lot of time in Eastern Europe. And well, Putin, he's ex-KGB. He's definitely not a communist. Well, is he a fascist, or how would you define Putin as a leader, as a politician? I think Putin is a very intelligent man who has found a way to apply ideology to the state of affairs that he has created. The state of affairs that he has created is a kleptocracy, where a very small number of people control a huge amount of the wealth, and, this is important, they control the wealth thanks to the state, which means that reform in Russia is basically impossible. It's unspeakable. The result of this is that you need some kind of right-wing ideology which declares that politics is not about social advancement or reform. Politics is about virtue, or it's about sexuality, it's about the decadent West. Mr. Putin, since 2012, has brought back such an ideology with great success. He's convinced many Russians that the West is out to get Russia, and therefore Russia is in a constant state of threat. So Mr. Putin has pioneered a politics of oligarchy with, let's say, just enough fascism. Not enough fascism to get people out in the streets, but enough fascism to convince people that they really are special and that the world really is out to get them. That's a political style which Mr. Trump clearly admires. He expresses his admiration for it. But then Putin is meddling in all sorts of things. He's meddling in European affairs. Some say he might even be meddling in the German elections. Of course. And of course the American and Brexit and whatever. No, of course they are, but that's a logical consequence of their domestic politics. The domestic politics of Russia is to say reform is impossible, democracy is fake, markets don't really work, institutions are a scam, law is just ruled by the strongest. And you can convince people that that's normal if you can overwhelm them with media. Right? However, the problem is there are other places, like the European Union, where everybody is richer and everybody is freer than in Russia. So if your policy in Russia is to say, Russia is normal, no other place is better, your foreign policy has to be to take apart other places. So if Ukraine decides it wants to become closer to Europe, you invade Ukraine. If the European Union provides a positive example for Russians, an aspiration for Russians, you have to try to take apart the European Union, which is what's happened. That's what Russia's policy is. But it proceeds logically from Russia's domestic policy. From their point of view, it makes sense. But what doesn't make sense is if you're an American or European to deny that this is happening. You have to confront it and decide what you're going to do about it. Hungary is warming up to Putin. Hungary is having has its own agenda. Well, the Polish can't warm up to Putin. That's not in their that's not in their psyche to warm up to Russia. I wish it were that simple. So, I mean, Russia doesn't need Poland or any country to love Russia. Americans don't love Russia, but Russia nevertheless elected our president. Poles don't love Russia, but nevertheless you have a Polish Minister of Defense, Antoni Macierewicz, who seems to have very strong connections to Russia. To what extent he understands them or not is unclear. But and you also have a Polish cultural policy of proclaiming the exceptional character of Polish history, which is looking, unfortunately, more and more like Russian cultural policy. And so the irony of the present Polish situation is, of course, they're going to say we're afraid of Russia, but it doesn't matter what you feel.
What matters is the structures you create, and there things aren't looking so good. Is the European Union too tolerant of Poland and Hungary? Well, I think the European Union faces a choice. I think it's possible for the European Union to exist with one Hungary, but probably not with 2 or with 3 or with 4 Hungaries inside. And so I think Poland has much more power than the Poles themselves realize. I think the Polish leadership thinks we can more or less do whatever we want, and we'll continue to get the subsidies from the European Union. Whereas I think in Berlin and Paris, people are already starting to think in a different way. To end this, well, you've written a lot of interesting books, Bloodlands, and then you wrote a book with the late Tony Jett, a great historian. Well, when we were young, the words seemed to be kind of simple. It was the Cold War, it was us against them, and now this all seems to be so tremendously complicated. Well, I guess the main lesson is history never ends. So when the Cold War came to an end, many people, especially Americans, said, history is over, liberal democracy has won, there are no alternatives. But when you say that, you're making a choice in history, you're creating consequences. And it turns out we didn't win the Cold War in lots of meaningful ways. America is not a richer country now for most people than it was 25 years ago. Without competition with the Soviet Union, our welfare state is eroding and is being taken away from us. So history doesn't end. I mean, what happens depends upon choices that people make. And I think what's now in 2017, after the election of Mr. Trump, a lot of Americans are belatedly realizing that and starting slowly to make their own history, which is encouraging. Yes. And this is your book. It's being translated into so many languages, isn't it? More than 30, not just in Europe, but also in Asia and around the world. Okay. On tyranny. Great having you here, Timothy Snyder. My pleasure. Thank you. Thanks a lot. Þátturinn er búinn í dag. Ég þakka ykkur fyrir að horfa.